Heil og sæl og velkomin í þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við að tala alveg sérstakt áhugamál, mitt, verður ég að segja, í samhengi við bók sem var að koma út núna á dögunum. Og það eru samskipti. Við ætlum að ræða hérna samskipti í dag, mannleg samskipti, sem eru náttúrulega bara upphaf og endir alls í líf okkar og hérna skipta náttúrulega ótrúlega miklu máli fyrir bara hamingju okkar og farsæld og líðan. Og þannig var að á dögunum kom út bók sem heitir Samskiptaboðorðið og eftir Aðalbjörgu Stefaníu Helgadóttur sem hjúkrunarfræðingur og deildarstjóri, starfandi núna deildarstjóri á heilsuhælinu eða heilsustofnuninni í Hveragerði. Og hún komin hingað í þáttinn til þess að bæði að ræða bókina og svo ætlum við að ræða svona ákveðna þætti í samskiptum sem okkur finnst spennandi að tala um. Og hér þú komin, mín kæra, og velkomin. Takk Hildur mín, takk fyrir að bjóða mér að koma. Já, bara mín gleðin. Aðalbjörg Stefaníu Helgadóttir sem ég vil bara kalla Adda eða Öddu. Og hérna til hamingju með bókina, Samskiptaboðorðin. Ég búin að lesa bókina og hugsa náttúrulega strax svolítið, lasa hana svolítið bæði náttúrulega bara með augum mannesku, eiginkonu, móður, en líka prests. Og hugsaði sem prestur, vá, hvað þetta gagnleg bók í svona bara lífsleikni kennslu fyrir fullorðna. Eða lífsleikni námi fyrir fullorðna, því maður getur verið í því námi bara upp á eigin spýtur. Að geta gengið að svona bók og bara það svo margir fletir og það svo margir snertifletir þarna, varðandi samskipti. Og bara, ég rosa hrifin. En mér langar svo til þess að við byrjum á því að þú kannski segir áhorfendum hérna og okkur frá því hvernig kemur til, hvaðan koma samskiptaboðorðin, hvaðan kemur þessu hugmynd og hvernig þróaðist hún? Já, takk fyrir og takk fyrir hlý orð, Hildur mín. Það bara skiptir mig miklu máli. Mín gleðin. En samskiptaboðorðin urðu til þegar ég var í námi í hjúkrun. Já. Og þá var mér falið heilsugæslu hjúkrunarverknámi að gera fræðsluefni bara hvað sem var. Já. Bara fyrir börn eða fyrir fullorðna, fyrir kennara eða leiðbeinendur eða hvað sem var. Og ég hef haft, bara frá því ég man eftir mér mikinn áhuga á samskiptum. Og í rauninni getur hver sem lesi þessa bók átt að sig á því. Já, það alveg ljóst. En þannig að ég hugsaði, ég ætla að koma með fræðsluefni samskipti fyrir skólaliða í skólanum. Kennarar fá þetta í náminu sínu og svona. Þannig að ég fer heim og bara ætla mér að gera þetta bara svona svolítið quiz bam búm, og kemst þá að því að það mikið skrifað samskipti. En það oft miklu dóðrandar, mikla rannsóknir og oft miklu meir hvernig samskipti eiga ekki að vera. Já. Þannig að ég bara þetta varð miklu stærra verkefni en átt að verða. Þannig að ég rýndi ofan í þessi gögn öll og dróð þá fram þessi 6 orð. Horfa, heilsa, hlusta, hljóma, hrósa og hjálpa. Sem byggja ákveðnum gildum, virðingu, einlægni, trúnaði, samhygð og heiðarleika. Og bjóð til fræðsluefni og var svo bara með fræðslu fyrirlestur fyrir skólaliðana í skólanum og þannig, svo bara útskrifaðist ég úr skólanum en þetta verkefni fór ekki frá mér. Þannig að þegar ég kláraði skólanum þá ákvaði ég að búa til samskiptaboðorðin og gefa þau út. Og þau voru gefin út á einhver svona plaggötum? Já, plaggötum og svona litlum bæklingi líka. Og ég hef haldið nokkra fyrirlestra samskiptaboðorðin fyrir alls konar hópa, foreldra, kennara og svona ýmsa og vinnustæði líka. Og það sem ég byggja alltaf á þessum samskiptaboðorðum og tengi það við þá viðmælendur sem ég með hverju sinni. Já. Þannig að í rauninni var þetta svona mitt innlegg inn í það að koma með fræðsluefni samskipti, það hvernig samskipti eiga að vera, en ekki það hvernig eiga ekki að vera. Og það nefnilega, þú býrður fyrst til þessi samskiptaboðorð sem eiga að vera höfða til skólaliða til þess að eiga samskipti við börnin í skólanum með jákvæðum hætti og öll byrjaðu á H sem náttúrulega, mér finnst mjög gott með þetta, ég bara finn einhvern veginn tenginguna og en svo bara kemst að því náttúrulega að þú getur notað þessi samskiptaboðorð í bara fyrirlesturum fyrir alla aldurshópa af því í grunninn erum við líka öll bara börnin sem við eitt sinn vorum og verðum oft þessi börn í samskiptum þó við séum voru fullorðin
Já, og það líka bara því að sko, mér fannst líka náttúrulega vanta að því að ég hafði bæði verið að vinna mikið með börn. Ég á mikið af börnum sjálf. Já, og 5 börn. 5 börn og eina stjúpdóttur. Þannig að ég hafði líka svo oft séð gegnum starfið mitt og í verknámi, hjúkrun og annað að sko oft mátti rekja vanlíðan fólks til einhverja erfiðleika í æsku eða til samskiptavanda. Þannig að mér fannst þetta lá svona á hjartanu mínu sko. Og þetta, ég meina, ég kalli þetta nú bara hugsjón. Samskiptabörn eru bara hugsjón, að bæta samskipti, að fólki líði betur og bara öðlist þessa vellíðan sem góð samskipti geta gefið okkur. Það kannski bara svona mitt mission í lífinu eða í rauninni. Já, og þetta náttúrulega kemur mjög mikið inn í þitt starf og tengist náttúrulega bara ofboðslega mikið þínu starfi, þessi hjúkrunar sko fræðingur, að til þess að geta orðið fólki til hjálpar á þínu sérsviði að þá náttúrulega verður að geta átt góð samskipti við það og nálgast það og þú svolítið, mér finnst samskiptabúðin svolítið kenna mann að nálgast fólk. Þessi hugmyndum eða hugsunum að maður þurfi náttúrulega að hlusta, ná augnsambandi og horfa og sína áhuga og allt þetta, þannig að það er þetta bara, það er mjög gagnlegt og sko, en svo skrifar þessu bók og hún er líka mjög persónuleg og það er náttúrulega líka leið til þess að ná athygli fólks, sko að því að manni finnst, sko ef þú hefði skrifað hana alveg bara rosalega fræðilega, það hefði vissulega verið einhver hópur sem hefði fílað það og lesið það og haft gagn af því, en flest okkar, það er bara í mannlegu eðli við höfum áhuga öðru fólki og okkur fannst gott að spegla okkur í reynslu annara. Akkurat. Og eftir sem fólk gefur meira af sér inn í svona bókum þess að það er að tala málefni eins og samskipti, að þá skilur maður betur og maður spegla sér meira. Og ég upplifði það þegar ég var að lesa, þú ert að tala æsku þína, líðan í grunnskóla, samskipti við krakkan, einelti sem þú varst fyrir og svo svona fikraðu þig sko áfram. Og það er tvennt að því við getum auðvitað ekki kannski talað allt sem í bókinni, en þá svona að því ég var búin að lesa hana, þá var svona tvennt sem ég langaði að biðja þig aðeins að tala hér. Af því ég upplifði þó að það sé ekkit kannski eitthvað það áhrifamesta í bókinni, þá hugsaði ég samt til að lesa að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að tala samt meira er ekki nógu mikið talað Og það er annars vegar það, þar sem að þú segir frá samskiptum á vinnustað, sko erfiðum samskiptum sem að þú áttir þar við samstarfskonu og svo hins vegar þess að tala fjármál þín og samskipti við manniðinn þar sem að þetta ber á góma og hefur áhrif. Ef þú byrjar kannski því, viltu segja okkur aðeins frá því? Frá fjármálunum? Já, frá fjármálunum. Það var sko, þetta var þannig að við vorum búin að vera saman þarna, ég meina við kynnumst 98, þannig að við erum búin að vera saman í bráðum 20 ár og þarna erum við búin að vera saman í 10 og vorum nýbúin að kaupa okkur nýtt hús í Reykjavík, brándýrt, þetta var sko korter í hrun sem við skrifum undir þá samninga, þannig að við vorum eina af þessum heppnu, ef að svo má segja, en við reyndar eigum aðeins þetta hús, en hvað það, en ég hafði alltaf mikla þörf fyrir, við kynnumst bara þegar ég er orðin 26 ára og hann var 30 og ég hafði alltaf mikla þörf fyrir að vera sjálfstæð og ég hef alltaf haft það, og einhvern veginn þurft svolítið að sanna mig, örugglega helst bara fyrir sjálfri mér, skilur við. Þannig að og eitt af því sem við höfum alltaf gert, það var að við vorum aðskildan fjárhag. En ég menna, auðvitað var hann aðal fyrirvinnan því að þannig er nú Íslands samfélag og þarna var ég áður en ég fór í mitt nám og annað sko. Já, og þú kemur inn í sambandi náttúrulega með 3 börn. Kemur inn í sambandi með 3 börn, já, hann átti eina dóttur, hún bjó ekki hjá okkur, heldur var bara svona helgar barn. Þannig að auðvitað var ég með svolítið eins og einhver myndi segja pakka með mér og það kannski gerði að verkum að ég vildi vera ennþá sjálfstæður og sýna honum fram á það hvað ég gæti nú aldeilis staðið á eigin fótum sko. Og þannig að ég vann þarna á þessum tíma, þá var ég að vinna í Kaffitár á einhverjum á þessum tímapunkti og reyndar þetta kemur við sögu eins og ég tala í bókinni, þá er ég komið í skóla en var að fá námslán og annað. En var var með kreditkortreikning. Og einhvern veginn, mér fannst einhvern veginn, hann mætti ekki vita í rauninni hvað allt myndi kosta í raun og veru. Það var einhvern veginn, mér fannst ég einhvern veginn þurfa að sanna fyrir honum að ég geti alveg séð þetta allt og þetta væri allt rosa fínt og við værum alveg með þetta. Þú veist, þó við varum búin að kaupa þetta hús og svona, þannig að ég náttúrulega safnaðist á kortareikningin og ég var mjög útsjónarsöm með að borga hann eða með því að leita leiða til að geta borgað hann. Með því að skipta honum og já, hækka yfirdrátt, einhvern tímann, þetta var svona alls konar fiff. Svona skítamix eins og sem myndi segja. Algjört, sko, en í rauninni var það ekki, þú veist, og ég í rauninni kannski gerði mér ekki grein fyrir því hvað ég var að gera. Fyrir að ég kem hann heim einn daginn eins og ég lýsi í bókinni og þá situr hann við eldhúsborðið heima og ég sé þessa mynd ennþá fyrir mér í huganum.
lýsir þið mjög vel, ég var alveg bara að sá þetta alveg fyrir mig. Já, hann kemur inn og hann bara, já sæl, þú ert komin. Alveg svona, alveg bara svona ísköld rödd. Og hann svona maður, hann mjög hlýr og yndislegur og maður vill margra orða og yfirleitt hann bara, já, hæ, ertu komin, já, hvað sér, hvernig var alveg hér, sko, en þarna var bara sæl, þú ert þá komin, svona. Og var bara með eitthvað blöð fyrir fram að sig og dregur svo fram Mastercard-reikningin og segir, hvað er þetta? Og ég gat ekkert sagt, ég bara satt þarna í eldhúsborðið og ég bara, mér fannst eins og ég vildi helst náttúrulega bara ekki vera þarna lengur, bara sökk ofan í jörðina. Og ég bara fann að röddin, bara hún sveik mig, ég gat ekkert sagt. Og hann sagði þá að þetta trúnaðarbrestur. Þetta bara, veistu það, og hann var alveg brjálaður og hafði alveg fullan rétt á því líka. Og það sem hafði líka gerst nokkrum árum áður, bara þegar voru nýlega að byrja að vera saman, þá alltaf voru keyptu okkur fyrstu íbúðin okkar saman. Og þá hafði ég verið með sko lán frá fyrra sambandi sem að hann hafði ekki vitað það og ég einhvern veginn fann enga ástæðu til að segja honum frá því. En það var þetta fyrsta og svo kemur þetta. Og hann bara sagði bara, veist, ég get þetta ekki. Ég er svo sár við þig og ef þú ert að gera svona, hvað ertu þá að gera annað að fara á bak við mig? Og það var auðvitað ekkert annað, skilur við. En ég gerði mér ekki grein fyrir alvarleika málsins fyrr en þarna. Og það tók okkur langan tíma að sko vinda ofan af þessu. Og við gerðum það því að við erum bæði mjög sjálfstæð. Og við gerðum það með því að við bara, okkar bókhald er opið og það gekk segi. Þannig að við ræðum alveg opið það hvað við skuldum og hvað við fáum ekki út og það allt svona. En það tók langan tíma. Upplifunin mín var svo að það var eins og ég hefði bara hreinlega haldið fram hjá honum með eitthvað. Þetta var eiginlega... En þetta fannst mér alveg rosalega dýrmætt að þú skildir segja frá í bókinni vegna þess að ég get þá bara sagt það hér á móti að sem prestur, þar sem ég fæ náttúrulega bara margt fólk í hjónavitur sem svona að glíma við ýmislegt, þá þetta bara málefni sem kemur mjög oft upp í umræðinni. Svona fjármála, sko, fólk ósamstíga í fjármálum og þetta sem að þinn maður segir, sko, að það ákveðin trúnaðarbrestur þegar fólk að fara bak við maka sinn með fjármálin, sko, eins og þú upplifir og eins og gerðist hjá ykkur. En leið líka veldur þetta ofta alveg opboðslega mikilli vanlíðan og skömm og kvíða sem kemur líka niður á sambandana því þú veist að þú ert ekki alveg heiðarlegur, skilurðu. Og fólk fattar ofta ekki að þetta trúnaðarbrestur. Sko, trúnaðarbrestur fleira heldur en að halda framhjá með einhverjum aðeins út í bæ. Þú veist, trúnaðarbrestur þetta að vera að drekka áfengi bak við, skilurðu, ef það vandamál og svo þetta. Þannig að bara ég vil segja takk fyrir að nefna þetta hérna, því þetta ekki töff, skilurðu. Nei, þetta mjög ótöff. Þetta rosalega ótöff og ég bara svona, þegar ég las þetta þá bara vá, hvað var mikill snillingur, hún kemur bara svona nakin fram með þetta, skilja, af því þetta mjög líka, sko, fólki finnst þetta að vera mikið svona feimnismál og svona vandræðilegt, sko. Já, ég sko upplifa líka því við vorum að koma frá Spáni hjónin í gær, búin að vera þar í viku aðeins að svona endurnæra okkur og hlaða batterín og tana okkur. Já, ég sé það er alveg. Og þá til dæmis var það þannig að ég fór og keypti mig kuldaskó. Rosalega flotta háhælaða kuldaskó. Ég meina getum við beðið meira. Og svo erum við bara eitthvað að pakka í gær og þá erum við eitthvað að fara yfir nóturnar allt sem við höfum keypt og svona því vorum eitthvað að stúsast með tax-free og svo segir Heiðar býtu, hvað er þetta? Og þá það nótan fyrir kuldaskónum. Og þá kostuðu þeir auðvitað íslenskar krónur 19.000 sem svolítið mikið. Og ég fékk ég aftur þessu sömu tilfinningu og ég sagði Heiðar finnurðu? Við erum ekki að fara þangað, skilur. Og þá hafði ég bara eitthvað, ég hafði bara keypt þessu kuldaskó og svo hafði ég bara farið og þetta eitthvað ekki komið. Ég var ein, að kaupa þá, með vinkonu minni. Þannig að það kom einhvern veginn ekki upp í umræðina. En ég hugsaði, þú veist, að því það en við erum búin að ræða þetta og við erum opin þetta, en skilur, þetta eitthvað svona sem þetta náttúrulega kostaði mikið, skilur mig. En ég ekkert að segja að það sé eitthvað bönnu leyfi fyrir öllu, sko, það ekki svoleiðis. Heldur þetta sé bara på borðum og fólk sé báðir aðeins sé upplýstur það hvað verið að eyða miklu og svoleiðis. Líka, við bara höfum líka þessu sögu, skilur. Þannig að við þurfum líka bara að vera að ganga svolítið vel í kringum það og fallega, skilur. Og vera meðvituð það. Já, ég skil. Og svo önnur þarna frásögn sem líka mögnuð finnst mér. Þar sem þú ert að lýsa þig þegar þú ert sko sjúkralið, þetta áður nú ferði í hjúkrunarfræðina og verið hjúkrunarfræðingur, þá ert þú sjúkralið og starfar á vökudeild Landspítalans. Og þar kemur upp svona atvik sem ég held líka býsna margir hafi upplifað með einum eða öðrum hætti.
og samskipt á vinnustöðum náttúrulega bara atriði sem að hefur ofboðslega mikil áhrif á líðan fólks og margir að glíma við mjög mikla vanlíðan vegna þess að það er eitthvað erfitt í gangi þar. Og ég meina það náttúrulega bara, þú veist, 8 klukkutíma á dag kannski í vinnunni, þannig að það skiptir ekkert smá máli að líða vel þar. Bara skiptir öllu. Viltu segja mér endur segja þetta sem ég að vísa í? Já. Það var þannig að ég var að vinna sem sjúkraliði þarna og eins og ég lýsi í bókinu það fóru svolítið langa leiða því að klára mitt nám. Náttúrulega eignaðist börnin mín fyrst og fór svo í skóla og var bara að vinna þarna með hjúkrunarfræðingi sem ég samt vissi vel að hún kunni ekki við mig og það allt í lagi. Við kunnum aldrei við alla, skilurðu. En þú skynjaðir það? En ég skynjaði það bara mjög sterkt og hún sýndi mér það alltaf mjög sterkt. Hún lét mig alltaf vita hvað ég mætti ekki gera. Eitthvað svona bjóð til svona einhverja stéttaskiptingu á milli okkar tveggja sem var bara fáránlegt því það var ekki og ekki á vökudeildinni. Nei. Og á fæstum vinnustöðum sem ég vunnið á innan spítalans og í heilbrigðisgeiranum mikil stéttaskipting. Það er þá meira bara þá einhver einstaklingar einmitt sem búa hana til. Já. Og þennan sérstaka föstudag, þetta var föstudegi, þá tíðkaðist á vökudeildina var svona grand round hérna. Það var mjög töff. Þá komu allir sérfræðingar barnaspítalans og gengu þarna fylktu liði og þá farið yfir börnin sem voru í kössunum og svona farið yfir bara söguðir af hverju voru komin hann inn og hvað mæðurnar var langt gengnar og svona ýmislegt. Og þetta voru svona úttekt bara. Þetta var svolítið, já, þetta var bæði, það voru nemar þarna líka og sérfræðingar og menn voru að koma svona með álit og þetta var bara, en þetta reyndar aflagðist svo seinna og ég held að enginn á þessu sem saknaði sérstaklega. En og þennan morgun og þá komu þeir hérna og við vorum hann að vinna saman og það var alveg svakalega mikið að gera. Þetta var bara einn annasamasti vinnudagur sem ég man eftir á vökudeildinni. Og sem að þýddi það líka þá náttúrulega urðu allir að vinna sem ein manneskja sko. Og ég eitthvað hérna að sinna barni í hitakassa og þá bara kemur hún upp að mér, konan, og kastar svona fram bara, heyrðu, hvað þykist þú eiginlega að vera að gera? Veistu ekki að þú ert að spyrja mig alltaf áður en þú ferð og tekur eitthvað svona ákvarðanir? Ég sko hjúkrunarfræðingurinn, þú ert sjúkraliðinn. Og það bara svona slær þögn á hópinn hana. Og þetta var fyrir framan allt þetta fólk? Já, þetta var fyrir framan allt þetta fólk og þeir svona horfa á okkur. Smá stund að kemur svona vandræðileg þögn, skilur og enginn segir neitt og ég held bara áfram og alveg stíf að gera það sem ég var að gera sem var að skipta lín að því að barn í hitakassa hefði pissað út allt og ég var bara að skipta lín, eitthvað sem bara mjög eðlilegt að gera. Svo eru þið, þegja til hann í smá stund og svo bara byrjar aftur að tala. Og ég hérna bara og svo fer hún bara. Hún var auðvitað að gera þetta bara til að sýna væntanlega mátt sinn og megin gagnvart mér sko. Hljómar þannig. Það hljómar þannig og ég frýs. Bara klára það sem ég er að gera. Segist svo þurfa að fara aðeins afsíðis og fer hann á salerni sem þarna fram á gangi. Og ég má aðeins bæta inn í, þarna þú segir frá því sem svo gott sko að þarna hafi svolítið kviknað á barninu innan með þér sem að ég upplifði einelti í grunnskóla og svona ákveðna útskúfun þar sem þú varst barn sko. Það blossaði upp. Já, af því að ég skildi ekki fyrir en ég var komin inn á bað og áttaði mig á þetta var sama tilfinningin. Og það skömm. Skilurðu? Við erum ekki nógu merkileg, við erum ekki elskuverð, við erum fyrir. Það þetta. Og ég satt þarna inn á bað og ég hugsaði, hérna ég 36 ára gömul konan eða hvað ég var það, 34 ára og mér líður alveg sem ég var þegar ég var 14 ára. Og ég búin að eiga fullt af börnum, búin að gera mjög margt og hvað þetta? Þú varst bara svona alveg lítið. Já, og ég hugsaði, þetta eitthvað sem ég ætla ekki að leyfa að vera ráðandi í mínu lífi. Svo fór ég aftur inn og bara sagði henni að ég væri komin en við náðum aldrei að vinna úr þessu, ég og þessi hjúkrunarfræðingur. Það gerist ekki. En ef þú hefðir samt verið 14 ára, sko, þá hefðir væntanlega brugðist samt öðruvísi við. Þarna ákvaðstu að vera fullorðin í þessum aðstæðu, jafnvel þú þér liði aftur svolítið þess að þú varst 14 ára. Þú fóst inn eins og þú segir hérna og sagði bara, sæl ég komin aftur og svo kláraður það sem þú hefði verið að gera. Já, ef ég hefði verið 14 ára, það hefði bara farið heim. Já, það hefði farið heim, það bara látið hverfa. Já, það var það sem ég gerði þá. En þarna það var auðvitað ekkert valmöguleiki að gera það. Nei. Og það var líka heldur ekkert það sem maður gerir, af því að maður bara yfir það hafinn. Og ég líka áttaði mig á því að þessi kona nákvæmlega eins og svo oft nefnilega með fólk sem með beitir svona niðurbrjótandi samskiptum, sérstaklega á vinnustað. Að þetta fólk sem sjálft að glíma við sína eigin drauga, ef svo má segja. Eða sín eigin vanmátt kannski. Kannski sína eigin skömm. Kannski þarf það einhvern veginn að sýna að það sé einhvern veginn merkilegt með því að niðurlægja aðra, að færa eitthvað út úr því, eða finnst einhvern veginn eins og að þar með beinist kastljósið að þeim, að hvað þeir séu flinkir,
en átta sig ekki á því hvað þeir að gera öðrum í leiðinni. Nei, nákvæmlega. Heldur þú hefði brugðist öðruvísi við til dæmis í dag eftir þá reynslu sem þú bætt við þig og Já. Þú veist, hvað heldur þú hefði gert í dag sko í samskiptum við þessa konu? Ef þú segjum þú fær núna inn á annan vinnustað að vinna sko, og lendir í nákvæmlega þessu sama með allt það sem þú bætt við þig, hvernig heldur þú hefði myndið tækla þessi samskipti við þessu konu í dag? Ég held að ég hef í dag, þá myndi ég bara frontana með þetta strax. Það hefði ég ekki farið fram. Ég bara, heyrðu, við erum bara að vinna hérna saman. Ég hefði svarað henni, skilurðu. Og ekki bara þagað og bara orðið pínu lítil innan í mér og heldur bara svarað henni. Og sagt bara við hana, haft orð á því, þú veist að þú fyndir það, að það væri eitthvað erfitt á milli ykkar og þú fyndir svona andúð frá henni og þú værir að velta þig fyrir þér. Já, ég hefði gert það. Ég reyndar það sem ég tala ekki í bókinni þarna, það sem ég gerði var að tala mína yfirmenn, sko. Og til að leysa þetta og það var reynt að gera það. En í dag þá hefði ég talað við hana strax og nú náttúrulega vinn ég sem stjórnandi á vinnustað. Og þá veit ég það líka að það sem er alltaf langfarsælast í svona, hvort sem að eru stjórnun eða bara að vinna með fólki, tala þú ert að vinna við að byggja upp fólk eins og við erum að gera á heilsustofnun. Að það sem er mikilvægast það bara samskiptin séu hrein og bein og það sé sagt það sem að þarf að segja við þá sem að þurfa að heyra það. Og það sé ekki verið að bíða með það. Og það á líka þá við hrós, skilurðu. Við erum líka að hrósa og við erum líka að segja það sem er jákvætt og uppbyggilegt. En það sem er kannski líka mikilvægast það að við byrjum á því að sko hlusta okkur sjálf og gefa okkur sjálfum tíma til að átta okkur á því bara, heyri, hvernig líður mér núna? Þú veist, af hverju fer þessi konu svona í taugarnar á mér? Þú veist, kannski eins og hún hefði getað hugsað þessi hjúkrunarfræðingur. Af hverju fer þessi hún alltaf sem er bara sjúkralið? Af hverju kveikir hún svona Þú veist, en þannig að það er oft sko ábyrgð, nefnilega sko góð samskipti á vinnustað er ekki bara ábyrgð stjórnandans. Þau eru ábyrgð allra sem að vinna á vinnustaðnum. En sannarlega stýrir og leiðir stjórnandinn bátinn, sko. Og hann auðvitað gefur svona, hvað maður segja, merki það, eða svona, hvernig við ætlum að koma fram. Og það var mjög lærdómsríkt þegar ég var í verknámi á Buglinu og þar til dæmis er ein regla og það er bannað að baktala. Og það er bara sagt upphátt og það baktalar enginn. Já, og það er bara mönnum bara gert, fólki gert það ljóst bara strax upphátt. Hér er það bara ekki í boði. Það er bara ekki í boði og það er bara ekki, við baktölum ekki. Á meðan ég hef aftur á móti svo unnið á vinnustöðum þar sem er bæði baktalað samstarfsfólk, skjólstæðingar, aðstandendur og það er bara, þetta er mannskemmandi. Þannig að ég held þetta með þetta, þess er virðing ein af gildunum. Þú hefur sem sagt upplifað að vera á tvennslis vinnustað, þar sem annars vegar það er bara gefin skýr skilaboð og baktal sé ekki liðið og svo þar sem það er og hvernig myndur þú lýsa muninum á líðaninni sko að vera á þessu vinnustöð? Hvað er það sem að gerist? Það er ekki hægt, það er bara alveg heiminn og haf. Það er svolítið gott að þetta komið fram sko, af því ég held að þetta geti verið svolítið víða sko. Af því ég held að sko, mér finnst eiginlega munurinn að lýsa honum þannig þegar ég var að vinna á vinnustað sem að voru svona niðurbrjótandi samskipti, þá fannst mér ég gerði aldrei neitt nógu vel. Mér fannst ég aldrei vera nægilega góð í því sem ég var að gera. Það var alltaf einhvern veginn eins og væri eitthvað keppni, þú veist. En aftur á móti þegar ég er að vinna á vinnustað eins og núna í Hveragerði, þetta er bara svo gefandi. Mér líður sem það ekki eins og ég sé í vinnunni. Þetta er bara að því að vinnan gefur mér svo mikið, skilurðu. Að því að maður bara er fær að njóta styrkleika sína, vinna með veikleikana og gefa áfram, þú veist, af því sem maður getur og tala saman og við tölum opið allt sem maður þarf að tala Og ég held að það sé sko, að því að góð samskipti á vinnustað, þau gera einhvern veginn að verkum að við náum að hvíla sátt í okkur sjálfum og í okkar eigin fagmennsku, hver svo sem hún er. Já, og maður verður bara betri aðili fyrir vikið því að maður upplifir að hvíla í fagmennskunni og að þú veist, maður er öruggur í því sem maður er að gera. Og maður hvílir líka í sjálfum sér, skilur. Af því að það er náttúrulega bæði reynslan okkar af lífinu og það sem við höfum lært, það gerur okkur á svo góðum fagmönnum. Ef við náum að tvinna þetta tvennt saman. Þess vegna verða samskiptin svo mikilvæg og það skiptir svo miklu máli hvaða reynslu þú ert að taka með þér og ert með hérna í bakpokanum. Þegar þú kemur inn á vinnustaðinn, þú getur verið með 10 í öllum fögum, en ef þú kannt ekki á lífið, skilurðu, ef þú hefur ekki unnið með reynsluna þína, hort í speilinn og bara velt fyrir þér hvað manneskja þetta að þá þurrkast þessar 10 svolítið út, sko. Þú veist, það njóta sín ekki eins vel. Nei, það njóta sín ekki, nei, það er alveg rétt, skilurðu. Það er bara líkur á því að þú njótir þér ekki þeim.
Þetta sko, já, ég ótrúlega gaman að fá þig og sko það sem að mér langar að segja þessa bók við þig sko það sem að mér finnst svo gott við hana að hún svo margþætt, það að segja það geta svo margir speglað sig í henni sko. Það ákveðni kaflar sem að kannski einhverju aðili myndi svona þú veist, ég sé mig ekki þessu og þetta skiptir ekki máli fyrir mitt líf og mínar aðstæður og svo kannski kemur henni að næsta kafla og þá ertu að tala hluti sem að akkurat eru relevant fyrir viðkomandi. Þannig að það svona breiður hópur sem að geti lesið þessa bók og haft gagnað henni og við þurfum líka að tala meir samskipti af því það svolítið talað samskipti svo þau séu bara eitthvað sem að bara maður fæðist bara með kunnátt í en það bara ekki þannig, maður allt lífið að læra inn á þau. Adda, Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, svo ég sé nú formlega í lokin. Takk fyrir spjallið, til hamingju aftur með bókina og gangi vel með allt sem þú ert að gera í þínu lífi. Takk sömuleiðis. Og við kveðjum héðan, þökkum fyrir samfylgdina í dag og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.